þegar hugmyndin kom upp að stofna ungmennafélag hér í Kópavogi. Hvernig segjum við Gullagilva fyrirleiki þegar þú og Gullspjall bankaðu svona létt á hendina á honum? Steini þegar hugmyndin kom upp að stofna ungmennafélag hér í Kópavogi. Og við vorum hér, Guðmundur Guðmundsson, hérna nágranni mín, við vorum hér saman einn eftirmiddag og sátum á þessum steinu og vorum að ræða saman svona daginn og veginn. Og þá kom það einhvern veginn upp í hugan hjá mér að ég sagði við Guðmundur eigum ekki að stofna ungmennafélag Guðmundur. Og hann tók vel í það strax og upp úr því fórum við að vinna að stofnun félagsins. Og það var stofnað eitthvað svona hálfu mánuði, cirka hálfu mánuði eftir að þessi hugmynd kom upp hérna á þessum steini. Þú ert þjálfari Blika, nýlega í Landssímadeildinni, ykkur er spáð falli. Nei, okkur er að vísa ekki spáð falli. 7. sæti? Já, í ykkur dagblaðinu, jú. Ég meina það er eins og öllum nýliðum held ég bara, þeim er spáð falli og við gerum okkur alveg grein fyrir þetta verður erfitt en við ætlum að afsanna þessa kenningu og byrja á því í kvöld. Þið takið á móti Val hér í fyrsta leik, þú varst þjálfari Vals, varst látinn fara ef maður rétt. Og berði engan kala, ætlar það kannski að... Nei, ég get ekki sagt að ég beri neitt kala til þessari drengja. Þetta er allt góðu drengi sem eru þarna í Val og þetta verður bara spennandi og skemmtilegu leikur og fyrsti opna leikurinn er alltaf erfiður og við ætlum okkur bara 3 stig í þeim leik. Já, það var alveg augljóst að Blikarnir ætluðu sér 3 stig í sínum fyrsta leik í úrvalsdeildinni að þessu sinni því þeir mættu mjög ákveðnir til leiks. Hér á vísu eru Valsmenn með sína fyrstu sókn. Laglega gert hjá þeim, Jón Stefánsson kominn hér inn fyrir en Atli Knútsson á ekki vandræði með að verja lausskot hans. Og aftur koma Valsmenn hér og það er Sigurður Þorsteinsson með vísefna sendingu og þá koma Blikarnir. Og Ívar leggur boltann tilbaka, Ívar Sigur Jónsson og síðan fær hann hér stungusendingu inn fyrir en þar kemur út úr markinu Hjörvar Hafliðason, 18 ára gamall markvörður Valsmanna spyrnir frá og Sali Heimir Porsa reynir síðan að lyfta yfir hann en hittir ekki markið. Heimir Porsa að leika þarna gegn sínum gömlu félögum að Hlíðarenda, eða frá Hlíðarendanum og hér kemur Porsa aftur. Hann var mjög ógnandi á vinstri vangnum hjá Blikunum í kvöld. Leggur boltann hér út á Hjalta Kjartansson, hann með langa sendingu og sjáu þetta. Þetta er glæsilega gert hjá Hreiðari Bjarnasyni. Tekur boltann niður, leikur á einn varnarmann og plantaði síðan boltann bara í netið. Þetta gerir hann á 15. mínútu og það er Hjalti Kjartansson sem á þessa sendingu inn á teginn. Og Hreiðar Bjarnason nær að taka boltann niður á bringuna og þetta er fallega gert. Blikar komnir yfir 1-0 og stór skemmtileg tilþrif hjá Breiðablik og þá koma Valsmenn upp vinstri kantinn, sending hér fyrir og Arnór Guðjónsson með skalla en hann er laus og Atli Knútsson á ekki í vandræðum með þetta. Og sjáðu hér, hekli í boltanum fram völlinn og þar er Ívar kominn inn fyrir en Hjörvar nær að verja og ég held að hvorugur þeirra hafi vita almennilega hvar boltinn lendi þarna og sjáu þetta, skemmtilega gert hjá Arnóri Guðjónsson. Hælspyrna og síðan Kristinn Lárusson með sendingu fyrir markið, Sigurbjörn Hreiðarsson fór boltann hér og síðan skota markinu en Atli Knútsson nær að verja. Valsmenn nokkuð spræki hér undir lok fyrir áleiksins og hér er Ólafur aftur kominn en þetta gerir Sigurður Gretarsson, þjálfari og leikmaður Blikanna vel. Konstanta fyrir þetta og þá Sali Heimir Porsa og sjáum við þessa sendingu inn fyrir vörnina og þar er Marel Baldursson kominn í gegn og hann skorar fyrsta mark sitt í úrvalsdeildinni. Frábærlega gert hjá hann þessum 18 ára strák, skorar þarna framhjá jafnaldra sínum í marki Valsmanna. En Hjörvar Hafliðason leikur þar í fjarveru Lárusar Sigurðssonar sem er meiddur. Þetta er frábærlega gert hjá Marel Baldvinsinni og Blikarnir komnir í 2-0 þegar hálftími er liðinn að leiknum. Strák sem stendur á milli stangana það að þeir skuli ekki vera komnir fleiri mörkum undir. Blikarnir með algjöra yfirburði hér. Og sjáu þetta er skemmtilega gert. Marel Baldvinsson leggur boltann hér tilbaka, fær hann aftur og er kominn í færi. Eina ferðina en aftur ver Hjörvar Hafliðason. Já, og Marel sem var að spila sinn fyrsta leik í efstu deild átti hreina stórleik í kvöld.
og sjáðu skemmtileg tilþrif hér á Kjartan Einarsinni og Ívar með sendingu fyrir markið og Kjartan fær síðan boltan, leggur hann út á Marel og hann með skot yfir. Ef eitthvað mátti finna að leiknum hjá Marel Baldurssyni þá var það helst að hann skildi ekki nýta færi sín betur en nógu komst að nýða mörg og hér Bjarki Pétursson kominn inn á sem varamaður og kominn í gegn en eina ferðina enn Hjörvar Hafliðason að bjarga varnarmönnum sínum kominn þarna nánast fram á miðju og þetta lýsandi dæmi fyrir að hversu svifasein og flöt vörn Valsmanna var að Hjörvar var nánast að leika sem aftasti varnarmaður fyrir aftan varnarmenn sína og hér missaðir boltan Sigurbjörn Hreiðarsson í tómum vandræðum á miðjunni og Marel kominn í gegn, reynir að vippa yfir Hjörvar markvörð og sjáðu strákinn hann skammar hér bara Marel fyrir að reyna þetta og áfram heldur sóknu Breiðabliks enn einu sinni, sending fyrir markið og Bjarki í dauðafæri og Hjörvar ver sem ekkert geta sagt við því en Blikar vinna hér 2-0 í fyrsta heimaleik sínum. Til hamingju með sigurinn. Já, takk. Nú er þetta fyrsti leikurinn í efstu deild og skora mark. Já, það var bara draumur líkast en maður hefði nátt að bæta nokkrum við en maður hefði nýtt færin. Þið óðuð þarna í færum í seinni hálfleik. Já, það er rétt. Það verður bara að nýta þetta rétt. Það taka þetta bara í leikjunum sem skiptir máli. Nú spilið það mútið Grindavík í næsta leik. Megum við búast við sama fjöruga leik eins og var núna. Þið voru frekar sprækir. Já, við bara halda áfram á sömu braut. Reyna það. Bara bæta nýtingun á færunum. Henni segir við Gunnar Gylfa fyrir leikinn ef þú ert að fá guldspjald, bankaðu svona létt á hendina á honum til að reyna að losna það spjald. Svo bara seinna áður nýbyrjaður og Gunni Gylfa þær að fá annað gula spjaldi. Í staðinn fyrir bara að banka svona létt, þá bara hélt hann höndunum. Hendaði þegar Tómas sagði slepptu höndunum. Hann fikk þriggja leikja band. Af því hann sagði við hann sko ef við tökum þessu leik á drepi og það kom fram í skýrslunum og hann hótaði með lífláti. Það hendaði því að Maggi kom og hljóp og tók utan hann og hljópuði hann út af. Svo getum við klára leikinn og sá leikum var nú þetta í seinni hálfleikurinn var í 56 mínútur. 56, já, það er ekki meira. Við þurftum að vinna hana leik til að koma okkur upp. Og á meðan var held ég ekki Ká að spila við Leiftur. Nei, Ká var að spila við Siglufirði. Á Siglufirði, já. Ká þurfti að vinna leikinn sko, til að þeir fara upp. Og við máttum ekki vinna. Máttum ekki vinna. Og Gunni eftir þetta spjald og þá hleypur hann niður í Sundlaug sem búinn í sjálfstæðanvar og eitthvað ræfnast þar og þá hringi síminn og það var að spura hvað staðan sé. Og hann var fljótur að kveikja og við komum bara eitthvað að sköpa og segir hann 1-0 fyrir Völsung. Það var 1-0 fyrir okkur. Og svo var hringt aftur og seinna á leikunum búinn og þá segir hann að það fari 1-0. Og þeir fengu þessar fréttir Káamenn, þeir unnu Siglufjörð og voru að fagna vistir útun á leiðinni heim þegar kemur leiðrétting í eins og ég heyri svona í útvarpinu að þetta nú verið okkur vitlaus að Breiðablik að unnið Völsung. Þá voru við að fagna á Reykjavíkurflugvelli. Það byrjaði á Húsavíkurflugvelli og menn byrjuði mjög pennt sko. Já, við byrjum á hótelið. Þar var komningalli og keypti hvítvín og menn byrjuðu að sötra það. Og svo eru menn fært upp í flugvél, þá var þetta flugvél stopp. Þá hafði einhver tveir í brakkarskap sínum tekið slökkunni sjálfmála á flugvélum og það þurfti að skila þeim. Sjúkvöldur og síðan þá að fara heim til Svennaskóla og það var bara gleðið fram til nokkuð. Og hann átti stórleika. Það lítur að vera. Skemmtileg saga og maður sagði sko þetta árið á undan Fellubreiðar og ég held að hann er 10 sem fór frá Fellubreiðar. Og var svolítið mikið bara kjúklingum sem liða byggt upp á.
góði kjúklingar. Já, þetta var ekki kjúklingasalat. Nei, þetta var alveg. Nei, þetta var mjög gaman.